Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðara deildina. Það undan úrslita kvöld hér í kvöld og fyrir undan úrslita leikurinn. Ég dálítið spenntur fyrir þessu. Það ekki, þetta náttúrulega þínu menn í Þór, svona... Jú. Ég ber náttúrulega hlýja tilfinningar til beggja liða. Ég náttúrulega þekki Ármannsstrákana ábyggilega best af öllum liðunum í deildinni, ábyggilega bara veka þar mjög nálagt, þannig að þetta mjög nálagt hjartan á mér allan á þessi leikur. Já, einmitt, og svo svona fjölskyldureituna kannski meira Þórsmegin þá. Já. Það nákvæmlega þannig. En ég að spá að vinda okkur bara beint í að skoða Þórsliðið og henda mig síðan bara beint í að tala við fyrsta leikmann kvöldsins, því við ætlum að heyra í leikmunum með að eigum að kalla á fyrirliða. Þegar þið komaði viðtal. Já, það ekki bara, kallum á fyrirliða. Já. En tveir allavega skemmtilegir sem varum að ræða við hérna fyrir leik. Þannig að vera áhvert að heyra í þeim fyrir leik. Það eitthvað sem við ekki gert á tímabilinu hingað til. Þannig að ég fann kannski að heyra eitthvað svona pælingar varðandi hvernig þið ætla að spila leikinn, jafnvel vetóið eða eitthvað þannig. Einmitt. Við skulum bara fá þá inn hann Pandas í Þór. Velkomin! Sælir! Það satt að þú ert litrikasti maðurinn í þessari deild, eða? Það náttúrulega restin af deildinni, þetta eru frekar glæri gæðar, sko. Já, ekki orð, sko. Þú spilað með þessi gleru alveg potið, það ekki? Við sjáum til. Þetta antiflass. Sjáum til, þetta pistol. Hvernig stemningin allan fyrir leiknum kvöld? Við erum bara vel chillaðir, sko. Já. Þið töluðu ekkert sérstaklega þetta eru strákar í Þór í fyrra sem að töpuðu í undanúrslitum stórmeistaramótinu óvænt, þannig að þið voru ekkert að peppa ykkur eitthvað sérstaklega fyrir þennan leik út af því? Já, þú veist, við þurfum ekkert að pæla í þessu, sko. Við bara mætum henn og servi, við erum bara svalir. Bara cool, calm, collected. Hvernig hafa æfingarnar gengið svona hingað til? Við æfum ekki, það málið, sko. Við erum hættir. Þið eru hættir? Við erum allir 5, við erum retired. Þið eru retired? Þannig við chillum stundum í Faceit og stundum á til að gerast að við erum saman í lobby. Já. En við erum hættir, sko. Þið eru hættir. Eru þið byrjaðir ferilinn í einhverjum öðrum leik? Það bara kemur í ljós. Sjáum næstu tímabili, hvernig það verður. Hvernig heldur að leikurinn farið samt í kvöld? Sko, við erum annarkvort að vara þróunum eða destroya, sko. Throw or destroy. Okay. Eins og ég segi, þetta fer alltaf til pistol, sko. Þannig að þið ekki bara að vinna 2-1, það annarkvort bara 2-0 eða þið tapið. Sko, annarkvort völdum við pistolið og ég með glerun, Svalur. Já. Eða við erum að fara að skítapa þessu leik, sko. Ég skilja þetta. Þetta gott mentality. Ég verð bara að segja að það gangið mjög æðislega vel. Elsku Pandas, spilaði með glerun. Þetta geggjað. Þetta fáránlega flott gleru. Þessi gæi bara með þess að þvæla sem við nógtum að síða. Þetta var með eitthvað gleru núna. Já, auðvitað. Við skulum kannski bara kíkja á lið Þórs og kíkja eins yfir þá. Að sjálfsögðu Þór Ármann hér í kvöld og síðan á fimmtudaginn Dusty og þínir menn í Vega. Pandas, Dabbe, Peter, Alle og Tony. Alle spyrir hann leik í staðinn fyrir Rafle. Rafle hefur náttúrulega verið æðislega góðu vappi fyrir þá, svona, en þetta virðist vera svona kjarnaliðið. Já, Rafle greinilega bara dettur inn þegar Alli kemst ekki eða eitthvað þannig. Þannig að þetta bara kjarnaliðið, þetta liðið sem við viljum spila á og líka bara liðið sem að passa vel saman og hafa verið virkilega sterkir þegar hafa verið að spila saman. Hvernig ert þú að sjá hana leik svona, þú veist, þetta vissulega rétt hjá honum, þú veist, þetta hefur verið dálítið svona feast or famine fyrir Þórsara. Þeir tóku þetta á móti Dusty, það var vissulega svona þarna tæpleikur allt það. Restin af liðinu sem að þeir bara völduð í gegnum á fyrir utan Vega og þá var þeim eiginlega bara rústað. Við skulum bara vera mjög hreinskilnir með það. Já. Þannig að þetta er dálítið rétt það sem hann að segja. Ef að þeir ná pistolunum, eins og þeir hefðu vonandi ná einhvern tímann, þá virðist vera að þeir sé að valta yfir leiki og erum við að búast við því hérna í kvöld eða? Sko, persónulega myndi ég segja að ég býst við að þeir vinna hennar leik nokkuð samfærandi í kvöld. Ég held bara
Ég held bara að þeir séu raunverulega almennilega vaknaðir, veist, hann inn í viðtalið fyrir leik eitthvað, við erum hætti, okkur er alveg sama, svona carefree dæmi, en þú veist, ég veit alveg að sem er í gangi í haustum á Peter og Tony núna er ekki eitthvað, við erum hættir og okkur er alveg sama dæmi, sko. Nei, þeir ætla sko gjössalega rústa þessu leik og þeim er alveg alvara með það, þeir ætla að hefna fyrir bara lélegt stórmeistaramót seinast og þeir ætla að komast inn í úrslitaleik og þeir ætla að vinna þetta. Þannig að ég býst við að þeir svona, já, eins og ég segi, nokkuð samfærandi. En kannski breytist það eftir ég heyri hérna í næsta leikmanni sem við tölum við. Já, það er alveg spurning og ég meina ef við horfum með það yfir liðið, Pandas vissulega, hann er búinn að vinna þetta mót áður, hann er búinn að vinna deildakeppnina, stórmeistaramóts MVP í þokkabót. Dabbe, Peter, Alli og Tony þeir náttúrulega eru búin að vinna áður með hafinu, nokkuð lögn og svo framvegis. Peter og Dabbe hins vegar hafa ekki verið að hrósa miklum sigrum í ljósleiðaradeildinni en hafa verið svo grátlega nálægt að ég held að þetta siti dálítið í þeim og ég held að þetta sé mjög snjallt sem að Pandas er að benda á að hann er að taka pressuna af sínum mönnum og leyfa þessu bara gerast, bara það sem gerist. Það er ekki pressa okkur, það er erfitt að vera favorite í leikjum, sérstaklega þegar þú ert búin að vera að rústa leikjum. Þannig að mér snjallt þegar að liðstjórar koma og taka dálítið pressuna bara af liðinu. Já, þannig að allir séu bara að spá í hvernig Pandas er enginn hugsa restina af liðinu. Já, ég meina, ég held að hann sé alveg tilbúin í það líka. Hann getur örugglega tekið hvaða skítkastið sem er, sko, þannig að já, ég held að sé alveg rétt hjá þér. Hins vegar, ég ætla að segja allan að toppmaðurinn minn, það er Pandas. Það er Pandas? Það er nefnilega Pandas, vegna þess að, sko, mér finnst vera svona eins og svona skrítin leiðtogi inn í honum. Hann er mjög góður þegar kemur að því að þú veist, draga athygli að sér og ekki bara í leiknum heldur líka utan leiks eins og við tókum eftir hérna. Hann tók aldrei pressuna af liðinu sínu, hann býr til pláss fyrir liðið sitt, hann er þetta supportive element sem að Þór þurfti dálítið svona framan af. Dabbe hefur verið svona einhvers staðar þar líka í supportive, þú veist, entry og svo framvegis. En ég held að þetta sé leikirna því að Þór sé að fara að mögulega komast í úrslitaleikinn og kannski sigra. Já, kannski, ég myndi svo sem aldrei kalla hann samt eitthvað svona leiðtoga þannig sé, sko. Hann er flottur svona grínari í hópnum en ekki þessi gæi sem er eitthvað að fara að standa upp þegar þurfa að halda og þú veist, koma með plan og peppa menn áfram. Peppa menn kannski áfram meira samt svona sem grínistinn frekar heldur en sterkir leiðtogin, skilur mig, játn nefann. Þess að það er svona eiginlega leiðtog. Já, eiginlega, það er aðeins öðruvísi leiðtog. En við erum komið með andstæðuna af Pandas, hérna hinum megin, Ármannsmegin. Það er stóíski, rólegi, hann var í frakkinu helgina. Það er Thomsen. Sælir. Er þetta Astralis eða? Astralis, baby. Já, baby, thank you. Ánægður með þig. Reppa Danmörk, maður, áfragak. Já, þeim gengur ágætlega stundum. Það er langt síðan síðast kannski? Já, langt síðan síðast. Ok, hvernig er stemningin á þínu mönnum hérna fyrir leikinn í kvöld? Stemningin bara mjög fín. Við tókum smá, warm up, bara ná talandunum upp og við erum bara frekar vel stendir, sko. Ok, það er bara flott. Hafa æfingarna þá gengið örlítið betur heldur svona framar af á tímabilinu, aðeins meiri spenning í liðinu? Já, ég myndi segja það. Ég held að við bara svolítið fókusað á að koma talandunum upp, góð koms og vera einbeittir. Þannig að við erum komin inn til að sigra og tróða sokk í munnin á Einari. Yes, þetta sem ég vildi heyra. Ánægður með þig. Ég er búinn að vera mjög pólitískur framan af allavega, en allavega eitt sem að, þú veist, menn kannski eru að velta fyrir sér, sérstaklega eftir að við tókum þetta sit-down í frakkinu helgina. Er pressan komin alveg af ykkur eftir að þeir eru komnir í þessi undanúrslit sem þeir eru búin að bíða að í svona langa tíma? Við erum komnir fram á væntingunum okkar, en við erum komnir hérna og við erum ekkert að koma inn til að tapa. Þannig að við gefum okkar alla í þetta og sjáum hvað gerist. Hvernig fyrir leikurinn í kvöld? 2-0 fyrir okkur. 2-0. Herru, takk hérlega fyrir Thomsen og gangið sem allra best. Takk.
stutt og laggott frá Tom, aðeins öðruvísi orka í honum. Nákvæmlega, hann ég var smá hræddur bara við að hann ætlaði bara að tróða sokk, sko hún langaði sjálfum að tróða sokk ofan í kjaftin á mér. Já. Ég sá það bara. Við skulum kíkja á liðið, hann var rauðklæddur. Hann var rauðklæddur eins og, hann var í Þórslitum. Já, ég held að í smástund, það var smá ruglaði mig, ég bara, þetta er annað Þórsari, svo bara nei, þetta er astralistræðið þarna. Hyperaktiv, Ávirkur, Hundsi, Thomson og Gutti. Þetta lið hefur ekki breytt line-up allt tímabilið. Framan af voru rosalega samfærandi, þar á meðal unnu þriðasætislið Vega. Ok, kannski samfærandi, en samt sem áður, þetta er sigur á móti liði sem að við komum síðan aða, voru rosalega sterkir. Já, ég meina 2-0. Já. Þannig að, þú veist, það var ekki eitthvað 3 mappa sigrar sem voru framlengingu í 3rd mappa og þannig, þannig að það var alveg samfærandi á þann hátt. Já. Síðan í senastu viku komu okkur báðum á óvart með sigri á móti Sögu. Ég er svona eiginlega bara í djóki mínu bókaði Hundsæði viðtali, ég bjóst ekki við að myndi vinna því að Saga voru búin að vera ógna sterkir en þetta bara kom mér rosalega óvart hversu sterkir þeir voru og þar var í rauninni bara maður leiksins og ég ætla að kalla Tóman Tóma. Óli Óvirkur. Já. Já, þarna kom gamli góði Óli og maður gleymir líka stundum, þú veist, af því hann er ekki búinn að spila það mikið og þú veist, liði líka ekkert eitthvað að taka sér það mikið alvarlega yfir tímabilið. Maður gleymir í að, veist, þegar hann er komin, þessi gæri komin í útsláttakeppni, þá verður hann allt annað skrimsli, sko. Já. Og þegar hann kemst í Just 2 sitt og kemst í feeling, þá eru fáir betri en hann á Íslandi. Við erum kannski ekki búin að sjá það jafn oft á þessu tímabili og áður, við sáum það samt, þú veist, á móti Vega og núna síðast á móti Sögu. Ég vil til Just 2 einhvern veginn. Já. Rosalega mikið þannig. En já, Óli er leikmann sem þarf að vera heitur í þessa seríu. Ef hann er ekki heitur þá tapar, ég held að sé bara ekki flóknara það. Það er bara, ég sé engan heim þar sem að Ármann vinnur og Óli er bara eitthvað neðstur á skórbortinu eða næstneðstur. Ég sé það bara ekki gerast. Ekki mótið Þórsliðin allavega. Nei. Við eigum vídeóið tilbúið og ég er að spá ég að taka út góðan tíma í það fyrst þetta er svona stór leikur og mappúlin eru dálítið svona matching þannig að þetta verður áhugavert og ég veit að þú ert búin að vinna þessi í því hvert við gætum verið að fara. Já, ég myndi samt segja, sko, ég spáði þessu í raun og veru mjög svipuðu og þetta var síðast hjá þeim. Sumi fyrstu 2 möppum sem að Þór vann einmitt bæði. Þannig að þetta er í raun og veru í höndunum á, myndi ég segja, Ármanni, hvort þið vilji breyta einhverju eins og við gerum þetta Sögu til dæmis. Þegar bönnuðu Núk og fóru fyrir ykkar í Anubis sem var til þess að 3rd map var Vertigo. Já. Þannig að það er, sko, ég spáði því að Þór myndi halda áfram að Veto Ancient. Þeir hafa gert það allt tímabilið og ég myndi ekki búist þeir myndi breyta. Peter, víst, þú alveg ekki að spila. Já, vissulega. Jú, þeir halda því áfram Peter hérna með járnnefan á lofti. Og svo er spurning hérna hvort að Ármann vilji banna Núk eins og síðasta leik eða banna Anubis sem er besta mappi hjá Þór og mappi sem Saga pakkaði Ármanni saman. Þeir gera það. Þeir gera það, ok. En nú er hættan, þeir geta fengið Núk í andlitið á móti sem að þeim er ekki búið að ganga vel. Ég myndi giska að það væri pikki hjá Þórsurum. Þetta kannski taka smá tíma samt í að hugsa hér, það geti verið. Ég veit ekki hvort þessu eitthvað. Munum samt eftir því að þegar þeir mættu, má ég sjá, Vega í Núk. Já, þá gerist nákvæmlega þetta. Alveg ræfilegir í Núk. Það var ekkert í gangi. Það var náttúrulega bara svona lið, svona típist face-it-lið. Þegar mæta strúktur á móti þá allt í einu bara frísaður og bara ósýtt hvað við að gera. Þeir velja Vertigo! Er þetta rétt? Já, þetta er rétt og þetta er það sem að ég er búinn að eiga spjall við eitt leikmann hjá Ármanni. Varstu við instant info eða? Nei, alls ekki. Já, okay. Hjá Ármanni og hérna, ég talaði við Hundsa þetta og hann sagði, já, við flótum bara Vertigo, við erum bara betur en einhver pikkið á móti okkur. Það er pikkið á móti okkur. Þetta er svakalegt. Og Just 2 pikk mjög eðlilegt í Ármanni, þeir eru virkilega góður í. Ha? Ég skil ekki, what? Ég er orðlaus. Hérna erum við samt að sjá rosalega áhugaverða dýpt á mappúlinu hjá Þór sem að þeir hafa yfirleitt boðið upp á. Spiluðu mikið Ancient fyrir 2 tímabilum, núna greinilega fíla Vertigo og spila Anubis, spila Just 2. Fílaði Vertigo samt eða? Ég heldur fíli ekki neitt Vertigo. Já, ég held að þeir eru bara góðir í því. Já, þeir eru unnu Vega, við skulum alltaf gefa þeim það. Fáum Miraspan hérna. Þá er spurning hvort það ég vilja Veto að Núk eða Inf þá væntalega Ármann. Ætli þið hendur þess ekki bara í Inf í seinasta þeir eru búin að vera slakir í Núk?
Já, undanferðið eða? mér finnst það nefnilega ákaflega Samt alveg líka Inf. Þeir eru búin að tapa Infalli mikið líka. Töpuðu Info móti Venus. Fyrir núk þörd. Ok, wow. Herðu, þetta var æðislegt. Ég spáði sko Anubis, Dust 2 og Inf og við fengum bara Dust 2. Já. Sko, vá, það væri áhugavert að heyra bara í Þórsurum. Við náttúrulega fáum að heyra ef þeir vinna, fáum að heyra í þeim og ég er mjög forvitin að spyrja út í þetta veto. Þetta kemur mjög mikið óvart, sérstaklega í svona mikilvægum leik. Þetta er ekki svo sé ykkur leikur í deildinni sem að skiptir ekki máli, þeir eru búin að tryggja sætið sitt í útsláttarkeppni eða eitthvað þannig. Þetta er útsláttarkeppni núna og þeir pikka Vertigo. Og þeir segjast að hafa ekki verið að spila mikið saman heldur, þannig ekki svo að hafa verið að prakka þetta. Mér finnst þetta rosalega áhugavert upp á það að hérna eru þeir að sína ákveðna dýpt og sérstaklega ef þeir náðu að spegla það fram að þeir eru sterkir í Vertigo, þá fá þeir bannið á móti úrslitaliðinu, á móti liðinu sem er hinum megin ef þeir vinna. Þá annarkvort Vega eða Dusty koma í úrslitaleikinn, við verðum að fara Vertigo. Minnst líklega samt að ef að Dusty mæta í úrslita að þeir myndu víta það og Vega myndi bara mæta þeim. Já, Vega spila Vertigo og Dusty banna Vertigo núna. Þannig að ég held að það var alveg klárt, það var ekkert leið að fara að breyta nynnu tengt því. En hérna eru við bara komin inn í Vertigo, Tommy. Ég var smá að halda þetta væri ennþá svona bilinn í höttinu. Það væri vitlaus mapp sem hefði komið upp. Ég var bíð eftir að koma til kvísleira að mér, en nei. Þetta er bara kjaftaði. Þetta er bara bull. Ég var bara fuck ég einar. En ég meina Ármann vann sögu í Vertigo. Þannig að þeir kunna að redda sér í þessu mappi, þeir eru búin að sanna það. Þetta er ekki bara alveg out of nowhere hérna, þú veist. Þeir þurfu ekki bara að redda sér út frá engu, þeir kunna eitthvað á þetta mapp. Finnst samt eins og einstaklingsframtökinni á Þór séu aðeins sterkari og þeir eru komnir á það level að þeir eru að spila örlítið betur af hverjum öðrum í öllum möppum myndir við saga. Bara svona örlítið en alveg nóg til að skáka Ármanni í þessu mappi. Þannig ég held að með hvernig serían er núna þá er ég að hallast að Þór 2-1 eða jafnvel 2-0. Og það veltur rosalega mikið á toppmanninum ofvirki í Dusty. Ég held bara alltaf svo mikið að þeir væru með... Nei, þeim náttúrulega líst bara ekkert á núkið sitt. Kannski var þetta bara besta pikki. Vá, ég er bara í sjokki en að ég ætla að segja 2-1 Þór. Þetta setti smá efa í hugminn einhvern veginn. Og mér fannst líka bara Thomsen helviti harður í þessu viðtali. Þannig að ég held þeir muni skjóta móti í dag. Ég held þeir séu alveg full alvara hérna. Og við fáum þeir ekki að mappa seríu. Sem var líka bara mjög skemmtilegt fyrir áhorfendur ef við myndum fá það. Það var frábær sýning og góð byrjun á undanúrslita vikunni hérna og ég ætla að minna líka á 16. nóvember þið verðið að vera komin hérna niður í arena og ég ætla að minna á það að það þarf að bóka borðin, sérstaklega stóru borðin. Stóru borðin? Já, það er gotterí sem þú vart að kaupa þar á stóru borðin sko. Já, ég sá okkur auglýsingu þarna Counter-Strike á Íslandi, þannig að fólk má endilega kynna sér það. Pantaborð vera að snemma í því. Já, algjörlega og það verður helling í gangi hérna. Við verðum með skýtta ljóslegarans, við verðum með hraðast í 100 kill og síðan erum við með showmats og við erum með best of 5 og... Hvernig viljum við gefa upp hérna 1v1 leikmanninn og veislustjóran og allt? Það er spurning hvort að við eigum grafíkina og við sýnum hana bara á milli leiki eða eitthvað svoleiðis. Það er grafík? Ég held að við eigum grafík nefnilega sko. Nú. Já, og þá er gaman. En við erum að fara live. Fyrsta map, það er Vertigo í Þór og Ármann. Og þá förum við á stað. Besta 3 sería sæti í úrslitaleiknum. Og við erum komin live. Ég ætla bara að labba hérna hægt í átt að aðeinu. Ég held þér hafi mögulega byrjað að silent og seint þarna. Fór aðeins svo langt. Þetta dingaði strax. En Gutti nærtappa. Takkar það niður og hægt á honum. Pandast með gleraugun. Að sjálfsögðu. Hann ætla að gefa þessu allavega pitturótti. Hausar þarna á hundsi á Tarik sem þarf að gera eitthvað skaða hér. Þessi smókur kofar ekki nóg mikið en Pandas heldur áfram að raða inn fröggum. 4-2 hér. Thomsen og Hyperactive að bjarga þessu. Pandas heldur áfram að
opna fragg reikningin, 3 frögg á hann, 2 á Tony og Þór tryggja sér first round. Yes, og kannski við rifjum það upp hérna frá seríunni hjá Ármanni á móti Sögu að Thomsen var að toppfragga þar. Já, í Vertigo. Já, einmitt í Vertigo og kallaði, Hundi sagði að hann var eitthvað Vertigo skrimsli, var alltaf öfstuð þar. Þannig að það verður áhugavert fyrir okkur að fylgjast með hvernig hann spilar þetta mapp, hvort það sé einhverju galdrar hérna í honum í akkurat þessu mappi. Hann vildi meina að ástæðan fyrir því væri að hann fær meiri pláss í Vertigo. Út af því að einfallega hinnir leikmennirnir í Ármann eru bara ekkert sérstaklega góðir í Vertigo. Já, ég veit. Mér var hann ekki aðallega í City samt sem að hann var bara geggjaður. Minni það, hann á B-sætinu var hann alltaf að ná 2 eða 3 case. Já. Eða hann á B-mid einhvern veginn. Virðist vera að spila allan að A núna. Geggjuð grensa, svo sem ekkert á óvart að Peter sé einhver Jútil-kongur en hér kemur Jútil og þetta gæti actually verið bara hold hjá City-num. Já, ég myndi kalla sparinn að hafa klála. En já, Thomsen er greinlega A. Mér minnir samt að highlightin hafi verið alltaf B en geti verið eitthvað rangt hjá mér. Já, spurning hvort það hafi rótið eitthvað stöðum hér. Alli er að fara að ná fríu fraggi hérna á 100, sýnist mér, já. Alli búinn að opna fraggreikningin. Silent í B-brúna. Mér er svo skemmtilegt að sko, jafn skrítið á þetta mapp er. Það var þetta eitt af fáum möppurum sem þú getur bara dottið niður og dáið. Þú getur dottið niður. Út af mappinu bara? Út af mappinu. Bara út af byggingunni, já. Er þetta ekki eina? Ég held það. Í alveg. Það er mikið verið að hleypa þér út af mappinu svo mjög. Nei. Peter deyr hérna. Missir byssunum sína. Það er skemmtilegt fyrir þá sem að þekkja það ekki, þá er einmitt tala á terspóninu sem að heldur utan hversu margir eru búin að deyja. Já. Já, þetta út af byggingunni það að segja. Eitthvað, hvað? Days since last accident eða eitthvað svo leiðis. Það er líka á City. Á, líka á City? Já, það virðist vera. Okay. Ég er að fá að hvísla hérna í eyrað á mér. Það var bara þeirri, já. Það er mjög máli, þetta er bara heldur áfram að vera skrítið þetta maður. Gutti allan að opna þetta á Pandas. Þannig að góð byrjun að vera í City-na. Peter eins og komin yfir á shortið. 2 sem að mæta það þar. Nær fyrsta, veit af öðrum. Og ofvirkur. Glæsilegt hautskot þarna. Nær þessi molla. Getur spilað stórt hlutverk hér. Overall komið yfir. Hyperactive að koma á nýja catwalkinu. Hundi komið fram fyrir smókin. Það er ekkert að púslaninu saman hér. Það heyr ég mörg mótur þess að ekki fleiri komir í rotate en að hérna koma Ármannsmenn allir í rotate. Það sér hann að örlítið yfir smókin. En hérna hlýtur að skipta máli hvað ofvirkur er að fara að gera í þessu flanki. 3-3 núna, Hyperactive. Hann er lár en Gutti nær einum öðrum. Ofvirkur ennþá mikið var að fá ofvirk í bak. Einmitt bomban ekki ennþá fara niður. Ofvirkur á góðu flanki. Sér að báða hana mikið skaði. Hyperactive nær Tony niður. Dabbi nær rífrækinu, hann er lár hins vegar og þarna ofvirkur. Tekur Dabba út og fyrsta rándi til Ármanns. Náðu að halda byssum og búa til þessi ránd upp úr engu. Einmitt mjög mikið þarna hjá Ármanni að hafa ná að spara þessar byssur. Þannig að þið lítið úr þessu rándi. Komum sér á blað strax, spurning hvort að Panda sé ennþá með gleraugun á sér. Já. Það væri nú eitthvað vandralegt að tapa þessu mappi samt eftir að vera að spila með eitthvað gleraugu þarna í byrjun. Já, væri steikt. Henfor er allan að koma í hendurnar á öllum nema ofvirk. Hún er Galil. Galil og flottur banki, 6,6k strax. Ennþá með glerugnavaktina. Gangi Pandas er með þau ennþá á fésinu. Gapp á þessu smók. Bara vingaður einhvern veginn hjá Peter. En hann komur á sandbag sem er góð stað. Þeir vita á honum. Hann sleppur. Ekki alveg óhugst. 2 HP á honum. Plastið er gott en hún er rífrækina alveg leið. 4-4. Peter eins og að lág.
hérna kemur flassið aftur inn. Galinn maður, svikinn. Illa svikinn. Þórsarar ná 2 hérna í viðbót og hlaupinn á sæti. Thomsen treytaður út á Tony, Hyperaktiv 1 eftir um þau 3. Lappar hérna um hefnið, spotta hérna á tíföldinu. Hann hausaður og auðvelt refrag, auðvelt frag hérna. Þórsarar komin í 3. rándið sitt, svaraði leið. Ég myndi ekki segja að það væri taktísk dýft hérna að lappa upp A-rampinn. Nei, það var bara Ármann að reyna að sækja úr upplýsingar og svo unnu Þórsarar bara öll dúulinn sem komu. Og hann alltaf einn annars sem var ekki blindur, þannig að það var alveg svo sem vel gert fyrir Þór. Gerir ráð fyrir þetta að sé klass sem á blinda allan rampinn, þannig að það hlýtur ykkur að hafa verið í antilás. Samt frábær í Thomsen, 19 HP eftir á honum. Þetta boost getur samt verið stórgott. En þetta er ekki góð staðsetning. Þeir eru greinlega mjög vanir þessu mappi eins og við sjáum þarna. Þeir hafa spilað þetta margóft. Gaston bústaði hann yfir, kannski fyrir útgáðu þessu mappi eða eitthvað. Það varst að standa upp á... Það er eitthvað keila þarna, er ekki? Já, þetta er svona upp á... Eitthvað svona dót. Einhverju hotni. Þeir eru séð yfir í rampinn. Já. Sko, Hunds er að spila í hettupissu. Ég held að það sé... 2 særðir þarna hjá Þór. Ofvirkurinn með 2, ofvirkur með 3! Halló, halló! En Alli hérna nær kill á meðan líka á miðjunni, hann er dinkaður. Gleraugun eru komin niður. Þann þarf 1 skot í sig. Þetta er svo tæft. Við gera líklega ráð fyrir hins í kominu upp í og Gutti komið hratt hérna, hann er hlaupandi. Pandas vinnur þennan fight og Pandas með 2. Komið gleraugun niður og 4. rándið í höfn. Þetta var stórhættulegt og stórhættulegt að Ólafur Barði ofvirkur sé komin í gang. Akkurat, þetta var svona tölum fyrir leik að þeir þurftu að þess að halda að ég ætlaði að gera eitthvað í þessu leik. Óli var heitur. Og þetta byrjaði vel í Óla, búinn að vinna 1 ránd, þarna 1 klöts og gott ríkið þarna. En ekki nú til að vinna rándið samt. Hvað var Pandas hérna? 4 ránd? Já, kláraði 3 ránd kannski áður en að gleraugun fóru niður. Ef Thomsen hefði hitt einu P250 skoti, 19 HP alla, þá hefði þetta rándið. Fekk nokkra sensa líka. Og verður þetta á miðinni. Thomsen svarar á alla í midd, en það er að slást hérna A-sætið. Gutti stækir á shortið, Pandas fyrir til. Hauskot í hann og Thomsen kemur í rótið fyrir framan smókinn. Dabba í refragið og Tony nær því og Hyperaktiv 1 á móti 3. Pandas klára þetta, það er 5-1 og núna virðist lestin vera komin á stað. Það veitur mjög vel út fyrir Þórsara. Bara búinn að tapa einu svona móti einu svona léttu pistolbægi þarna. En öll full gunround er búinn að fara til þeirra. Og núna þurfa já, sagður ekki Ármenn, ég var að stikka það, Ármenn. Þau verða að hendi í bara eitthvað pistolkaup hérna 5-7 C-setu jafnvel, kannski sjá við C-setu. Vítanlega bliki. Ég væri til í að sjá ofvirk bara fá sér vappa í næsta rándi. Já. 4-3 núna og ef hann sparar á uspu, mögulega P250, þá á hann nóg fyrir vappa í næsta rándi og meira til. Og það gæti heldur betur opnað hérna mappi fyrir Ármann, því að eins og við höfum verið að tala í fyrir leikjum Þórs, það vantar hennar sterka vappa inn í liðið. Þú veist, þeir eru búin að henda núm á alla sem að eins og við vitum að hann er ekkert rosa hrifinn á honum í CS2. Tony er búin að taka hann, Peter er búin að taka hann á meðan ofvirkur bara kottu með hann. Ég skal vinna þessa leiki fyrir þig. Já, einmitt, það er allt þægilegt að sé bara einn sem þú veist, það er bara besti vappin í liðinu. Sem er náttúrulega, þú veist, hvað, Rafli vill alveg spila vapp, ekki? Jú, Rafli er þessi klassvappi. Þegar hann er í liðinu að segja, þá geta þær henda á honum. En við munum samt, hvað var ekki á móti Vega þegar Peter byrjar að vappa yfir Rafli á tímabili og eitthvað. Já, hann átti erfiðan leik og ég meina, þú veist, Vega voru bara yfirspilað Þór í þeirra leik. Já. Núna fara Þóri alltaf B, þeir eru búin að vera mjög A-heavy hingað til.
En taka hérna allir bíðstiðan og ætla bara væntanlega að rössa bara inn hér. Já, 5-7 og Hyperactive. Hann að fara að gleypa þarna Grensur og Molla og Grensar nú Thompson komin í rótið í digla á honum en Dabbe finnir hauskotið, 3 sita eftir ofvirkur nær að Gutti fyrirgeðu sem að klára þarna Dabba í kvotinu en 6-1 svo sem alveg bara 1 stykki Rush B. Já, breytta hann til, þeir voru mjög A-heavy eins og ég talaði veit ekki hvort að Ármann hvort þið séu reddi með eitthvað sérstakt ramp take sem City þetta allavega, þetta veta hlýtur að koma óvart þannig að þeir eru ekki undirbúið sig eitthvað sérstaklega fyrir þetta mark myndi ég telja. Það var ekki fengið Vertigo pikka á móti sér ítrekkað á móti þessum góðu liðum. Það eru Venus pikkað á móti þeim eitthvað svoleiðis en ekki Vega, ekki já, núna þó reyndar. En já, hérna tóku við 3 rampinn og ágæta stuðuna City megin. Sé að spila Nico og Molla er þar út og Grensaði líka. Hér geta Plus mid verður stauraður. Hleypur á staurinn líka. Luluhæfi. Þá mann að bíða eftir smókunum að það neðst í ramp og ætla að labba upp rampinn. Vitti með skemmtilega nýtt. Gengur Pandas. Hyperactive. Og Gutti bara með hann, rapp á lás. Dabbinn að treyta, Hyperactive út, loksins. Kíkir ekki rampinn og Hundsið með frítt frakk á alla. Þá er Dabbe einn eftir en ekki lengi og það er 6-2 hér. Þess Ármann bara alveg að loka á það sem að Þór búinn að gera í Terror hingað til sem að mjög heavy A-main og hann kom smókurinn fyrir og City komist í góðu stuðu til að loka á þetta. Þannig að kannski náður að spitta sér aðeins frá botninu hérna Ármann. Er ofvirkur með sleikjó? Ég minnst að var eitthvað sem var að stingast, var svona prika að stingast út úr honum. Já, mér sýndist það sko. Tjúpa jobs bara. Kannski Thompson búinn að leysa ráðgátan. Það skipaði hann að fá sér sleikjó. Það verður bara með sleikjó bara. Lækka röddina eins 20%. Pandas opnar þetta og Thompson, Pandas eiga. Hver að kyrja hann á bíðina, Hyperactive komið niður rampir á meðan. Dabbi finnur hann Pandas með annan. Hann er náttúrulega með einhvers konar doktorsgráð að búa til pláss. Já, hann er líka, þetta er það sem gerði mjög vel á móti Vega. Þegar þeir voru heavy A, þá var hann bara að labba inn á bíð og koma í langa flankið. En núna bara með double entry sem hann nánast er að loka á þetta round. Ofvirkur 1 eftir á móti 3 núna. 2 á Electric og 1 á Defaultinu, þetta er ómögulegt. Þú átti ekki að geta unnið þetta með Vappa. Nei, það er bara Basically bara ekki hægt. Ef þú heitir ekki Monesi, þá er það ekki séns. Meira segja hann. Hann kemst örugglega ekki undan einu sinni. Tekin út 7-2 fyrir Þór. Og þetta mappi kemur á mig, líta bara nokkuð vel út til þeim hingað til. Já, þokkalega. Peter kominn á Vappan, þá vitum við hver er Vappin í Vertigo. En hver er Vappin í Dust? Það er málið sko. Það var eiginlega orðið Tony í síðustu rimmu. Það er mjög áhuga. Á móti akkurat Ármanni. Þannig að fælti ég að það er gaman í Þór. Þú vaknar bara í daginn og þú fattar bara, heyrðu, ég er Vappin í dag. Já. Það er svo að fá í skóinn bara. Já. Eða ekki. Það er alveg pressa að vera Vappi. Það er mikið pressa. Ég persónulega aldrei tekið það hlutverk á mig eitthvað sérstaklega. Jæja, ok. Já, þetta er flott. Þeir opnar þetta á Vappanum sínum. Lataði smúkað í rampin hins vegar. Já. Vantilega bara ekki sett smókurinn heldur, bara kasta fríhendis hana hjá þeim. Hundið ætla að reyna að finna eitthvað hérna. Sælvinur. Grensan gæti verið góð.
smókur á sjóstið. Gutti. Gutti búinn að búsa B. Miklar upplýsingar sem hann fekk þarna, en það er leikmaður búinn að búsa þetta mittina, komin í góða stuðu. Dabbi tekur Thomsen. Gutti er búinn að hverfa þarna frá henni, hann er búinn að loka 3 leikmenn þarna inni. Verða að pússa upp rampinn eða bíða eftir smók, en Dabbi... Það er svo óþállegt fyrir þá að Dabbi sé á lífi núna. Já. Vel getur Dabba að vera ekkert overextenda núna. Hérna koma inn á æð. Hundsi fær mann í hliðina. Bomba við niður. Ennþá að spá í hvar er Dabbi. Glæsilegt skot þarna hjá Ofvirk. Leið til vinstri. Það sem hann var hurð. Æjæjæjæjæj. Einu sinni var hurð þarna. Einu sinni var hurð þarna. 8-2 Þór að hlaupa með þetta. Þetta gæti markað endalókin hér í fyrri hálfleik fyrir Ármann ef þeir tapa þessu rándi. Þetta er seinasta kaupið þeirra. Já, voru líka svona spáð fors í rándinu undan þessu. Hérna er þetta Hamas á Óla. Margir taka fyrstiðan. Pandas opnar þetta inn á ferðina. Annað entry, hann situr á 15 fröggum í 11 rándum spila. Ofvirkur fallin þetta fyrir Dabba og Thomsen. Það er bara spurning hvort það vil ekki bara halda þessu. 2 M4-ar eftir. Engin peningur, já. Bara reyna að fá þetta 3. rándi hérna í næsta rándi. Það er að koma flankir hérna. Dabbi, sérðu staðsynningan á Dabba hérna. Hann er á sandbags bara eitthvað að chilla. Já, þetta er skuggalegt. Þeir eru aldrei að fara að halda þessu byssum hérna held ég. Það er bara ekki fræðilegur. Núna lappar Dabbi á stað. Hundsi kannski var að finna hann. Gerir það. Við veitum frá hvað hann er vita þá af Hundsa. Thomsen verður síður eftir smá. Hundsi einn eftir. Vissu hvað hann var, en hann er komið niður rampinn. Ætti hann á að hlaupa þetta undan. Það er vappi bjöður hann. Nei, vappi á terrespóni. Hittir ekki! Lifið hér, Tony fellur, en það er svo sem alveg til nægur peningur hérna í senasta rándi í fyrri hálfleik. Getur hent hana fyrir vinsinn. Þeir þurfa þetta rándans þetta. Þú veist, þó er fótt að ránda og lýst mér ekkert á þetta fyrir Ármann. En þeir eru samt alveg vanir í að tapa fyrsta mappi, svo sem. Þannig að, þú veist, ég er ekkert eitthvað allt og stressað fyrir þeirra hönd. Mér er að vanir að láta rústa sér í fyrsta mappi. Já, mér er það. Já, þeir eru ekki stressað sig á þessu örugglega. Gott flassaðna til að komast í stígan og Pandas enn og aftur að opna í B-stíganum. Dósaopnarinn mættur. Hann er miklu betri ekki með klipp, ég er að segja það. Loksins er slökkt í honum þarna. Hann er komið með þvílíkt pláss fyrir sína menn. Þvílíkt og önnur eins tímasetning. Það er frístaðan þarna, Thomsen ekki með smókinn. Í Gunda og það er Hyperactive og Ofvirkur. Bræðurnir munu berjast hér. En Peter með P250. Mjög tilbúin í þetta. Og 10-2. Þægilegu fyrirháleik hérna fyrir Þór og einungis formsatriði að klára þannig leik myndi maður halda. Algjörlega. Pandas á 17 fröggum. 17-4. Hann er með 4 deaths. Hann er bara búinn að rústa þarna B-main. 131 í ATR. Þú veist, er hann ekki alltaf búinn að, hann er aldrei búinn að vera first pickaður held ég að þegar hann er búinn að picka B-main. Ég held að sé alltaf búinn að ná einhverju með sér. Virkir að vera að spila hjá honum. Þetta Hundsi hafi líka sagt bara hingað ekki lengra á farið. Eins og first pickaður. Það er bara þannig. Strákar, ég skal sýna ykkur hvernig á að drepa Pandas og bara hausaður. En ég ætla að koma hérna B, Ármann. Alveg betur í mér að tekja fyrsta. Þetta var glæsilegt skot hér. Bomban ein eftir hann í B-rampinum. Hann er að fara að fá mannirna í hliðin á sér. Og þá er Thomsen einn eftir með bombu 11-2. Þægilegt first round, missa 1. Og þetta virðist bara að vera einbeitt lið Þórs sem mætir hér í Vertigo. Algjörlega,
virkilega sterkir hérna. Voru nokkur spurningamerki eins og þið kannski heyrðu fyrir leik. Við erum ekki alveg vissir hversu góði Þórsarar eru í þessu mappi en já, þeir virðast alveg kunna skjóta frá sér í því, það er nokkuð ljóst. Fantasy er svona sagt áður að það eru, hún finnst bara mappúli vera ömulegt, þannig að það skiptir í leikum máli hvað mappið spila. Það skal ekki vera ósammálaði, sko. Það er bara þannig. Ég held að sé svona flestir sammála því að þetta mapp þurfi nú að víkja, Tómi. Já, það er mjög margir sammála því allavega. Kannski aðalega nýja kynslóðin af síðspilum sem er ósammála. Já, þau með að bara hafa það þannig. Á einhvern ótrúlegan hátt tókst einhverju kynslóð að alast upp á Vertigo. Galinn hugmynd, sko. Tómsen opnar þetta á alla. Pandas líka lár. Hundsi er búinn að labba hérna langt. Tóni sá hann ekki krossa. Tímaslenging gæti verið svakaleg hér. Hundsi kannski með play hérna. Pítur sér við honum. Skát? Annar og skát. Tveir hérna mjög lágir. Óvirkur búinn að taka B-spilaran. B er opið en rótendir eru að koma hratt. Enforinn þarf að telja hér. Tóni notar múspítið vel og heldur áfram. Hyperactive einn eftir. Það er einum lár skát hérna á Electric. Hann er lóg hérna Pandas. Ef hann æði að taka hann út þá var þetta bara einn á myndi einum. Lapp ekki að þetta. Peter með 3K á skátnum sínum. Hann er bara orðinn scoped weapon spilarar gennilega Peter. Virðist vera Embrace it. Embrace it 12-2 og þetta er bara að fara að vera virkilega sannfærandi sigur hjá Þórsurum í fyrsta mappi. Lítið sem að, ja þú veist, ég ætla bara að segja ekkert sem Ármann getur gert í þessu núna. Hann er allt of seint að vera eitthvað að spinna frá sér núna. Og svo maður hálfur séð klikkuð comeback í gegnum tíðina þá einhvern veginn trúði ég ekki gerast hér með hefur spilast. Virðast vera aðeins of beittir en hérna Dabbi að fá röst á sig. Nærða fyrsta, veit af næsta prífæri kemur en klára klippuna. Rótiti komið eins og frá alla. Hann þarf að halda þessari stöðu. Hann er svo að molla hérna. Það fyrir að vera að molla. Æjæjæj, þannig er Peter að öskra á Dabba. Á alla þarna. Já, alla fyrir ekki þau. En Pandas er komin í bak. Tóni tekur hundsa, 2-2 allt í einu. Grensan er góð og sá hann hverfa á defaultið. Tóni heldur að fá að raða þess inn. Þetta er upp á sigurinn í fyrsta mappi. Ná Ármann að halda áfram upptökum hætti. Droppar hann inn á Pandas. Nær senasta frakkinu. Og gefur reitt fingurkoss til áhorfenda. Það er 13-2 sigur. Og þetta er bara eins samfærandi og það gerist. Já, nánast. Þeir meira þess að eitt af svo náttúrulega sem við vinna þarna Ármann áttur eiginlega ekkert erindi í. Það er einhverju pistól saman til full guns og þeir vinna. Já, bara Þórsarar virkilega sterkir. Síðast þannig á móti Sögu, þeir spiluðu að Núbis fyrsta mapp, þá náðu þeir aðeins að fegra stöðuna fyrir næsta mapp. Hérna náðu ég bara alls ekki. Þannig að, já, sjáum hvort að það hafi ykkur áhrif. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Náðu þeir að fegra eitthvað Dust 2? Ég veit það ekki. Ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Það er 1-0 hér í undanúrslitaleiknum, Þór komnir yfir og það gríðarlega samfærandi 13-2 sigur í óvæntu vertígo. Heldur betur. Já, ég veit ekki henni hvað ég á að segja meira þetta, Tómi minn. Það er bara virkilega samfærandi sigur. Við sáum hérna á kannski nokkru sinnum að það voru kannski ekki alla varmarsmegin undirbúnasta liði í þessu, það voru gap í spóknum neðst í ramp. Og virki verið að klíra vinstra megin hérna þegar eina leiðin sem hann geti verið að koma frá væri frá sítispóluninu og eitthvað þannig, en ég meina bara Kudos og Þór, þeir voru bara virkilega samfærandi í þessum leik. Já, og ég meina við lokum bara dálítið bókina þetta og horfum bara tilbaka og sáum Pandas, hann var að endri allt, enda með held ég eitthvað 20 frögg eða eitthvað svoleiðis, bara frábæri í endri hluturkina á Termein, bakað á algjörlega 10-2 og kláraði þetta síðan bara 13-2.
einfalt og ég meina, þetta nákvæmlega það sem við sjáum samt frá þósliðinu hérna, þeir eru mættir dálítið til að leika, þeir koma inn náttúrulega í undanúrslitin, hinum megin í brakketinu með við Dusty, 1 og 2 og já, þó þeir hafi mistað einni bestu 3 seríu hérna í úrslitunum, þá virðist þetta lið, þeir eru ekki óæfðir og ég meina, þetta kemur dálítið á kommenti sem að ég saði fyrir leik, þeir eru bara dálítið að taka hitana sjálfsög. Já, eins og ég sagði fyrir þá var leiti á þessa Vegas-seríu sem bara svona sparki raskandi sem við þurftu og þeir hafa bara verið virkilega sterkir síðan. Ekki búin að tapa mappi síðan, búin að vinna Ármann, unnu Dusty 2-0 og eru núna að vinna Ármann 1-0, þannig að já, bara búin að vera virkilega sterkir frá því að þeir fengu þetta sparki raskandi. Pælum samt örlítið í leikmönnum Ármanns megin sem voru allan að performa, við sáum skemmtileg tilþrif til dæmis frá Ofvirk, hann var með Vappan svo sem fekk þetta nota rosalega mikið, var með þetta 3K í rampinum, þannig að hann virðist allan að vera örlítið að finna sig. Gutti fannst mér líka svona ágætur, restin pingu köld. Já, það er erfitt að vera samt að taka út einhverja leikmenn í leik sem þeir tapa 13-2 sko, það er Óli vinnur klöts, ég man ekki svona eftir hinu rándinu sem er unnu, það var bara eitthvað gunnránd sem er loksins unnu. Þeir lokuðu á rampin með smók ítrekkað og Já, einmitt, já, þá þeir náðu loksins að loka á annað harða ramptekið þeirra, alveg rétt, það er rétt hjá þér. Ofvirkur var með eitthvað 3G hérna líka eitthvað, en þú veist, það var eiginlega bara Þór allan tíman, þannig að ég er eftir með að sjá út frá þessu hvort að Ofvirkusjórun heitur eða ekki, það komum bara fljótlega ljós í Dust 2, hvort það sé onnit eða ekki. Sem er fínt segway í rauninni og við skulum opna bara Dust 2 bókina. Við erum búin að sjá Ármann sem og Þór vera að spila Dust 2 núna ítrekkað, pikkað á mótið þeim, Ármann að sjálfsögða að pikka rosalega mikið af Dust 2, klárlega mapp sem þeim líður gríðalega vel í. Já, alveg 100%. Þeir reyndu eitthvað tímabili að pikka Inferno og eitthvað þannig, víst. Eftir að unni Vega, held að Vega að pikka inni og þá fóru þeir að pikka það sjálfur eitthvað, en svo bara unnið og held ég mögulega bara aldrei eftir þeir fóru að pikka það sjálfur. Töfnaði meira sem á móti Venus. Já, einmitt. Þá hættu þeir algjörlega að spila. Já. Þannig að já, eftir að higgja kannski, þeir eru svo mikið að treysta kannski bara á að Óli sé að góðan leik sé að stýra liðinu sinu vel og það gerist bara svo oft í Dust 2, þannig að kannski er þetta bara pikkera, þó svo að við höfum oft talað hér að það sé kannski ekkert æðislegt að eiga það sem pikk. En ég meina að þú veist, þeir eru bara búin að láta það virka fyrir sig og ætti þá bara að halda það áfram. Ég held nefnilega að eitt sem er svona við til dæmis Inferno, þú veist, á þess að vera, ég er búin að horfa á tótal held ég að 5 Inferno leikjum hjá Ármann, þá er ég búin að horfa á svona 2 af einhverju viti og leikin sem ég sá hjá þeim, til dæmis á móti Dusty, þar voru þeir að eiga hræðilegt CT-set minni mig. Þeir bara náðu ekki að púsla saman einu CT-seti, Dusty vinnaði með Pistol, fór 7-5 eða 8-4 eitthvað svoleiðis og maður svona, já, þetta er séns. Ná ekki CT-rándur sínum og það er svona lykillinn að því sem Ofvirkur er svo góður í. Þannig að skipuleggja vörnina fyrir sína menn og Dust 2 virðist bara virka mjög vel fyrir hann út af því að það er ekki svona hrikalega T-sætið þegar kemur að þessu breytta Inferno og ég meina þetta eru svipuð rotate út með CT-hana einu megin bara, og hann er að kalla á bara til A og B og eitthvað, þú veist. Þannig að Dust 2 og Inferno það spilast kannski 100% eins en hugmyndafræðin allavega örlítið svipuð. Sko, Inferno er líka mapp sem að Óli hefur svona sögulega sig verið virkilega sterkur í. Já. Var alltaf hann að Marko bara og rotatið og það var alveg ótrúlegt að virkast með honum bara í mörg ár hversu góð hann var að lesa leikinn og hann valdi alltaf rétt sæti til að vera á þegar execute kom. En já, það var alveg rétt hjá þér hann að þeir voru bara aldrei að strikinu ránduðu saman í Inferno. En ég veit svo sem ekki ákveðum að það ræði alltaf mikið Inferno sem við erum ekki að fara. Já, bara líka saman Inferno og Dust 2. Já. Dust 2, þú veist, við erum að fara inn í það er mínúta leik cirka. Það er alveg ástæða fyrir því að til dæmis það er skýr staða eftir honum og þetta er náttúrulega legacy leikmaður þegar kemur að Counter-Strike á Íslandi. Hérna erum við ekki bara að setja kall á það að hérna verður Ofvirkur að performa, annars erum við bara þú veist, komin í að Ofvirkur sé í rauninni bara
hann á heimi í 4. sæti einhvers staðar þar og hann bara þar. Já, ég verið á hann eitthvað heima þar. Þú veist, ég sé náttúrulega bara all liðið sem á bara heima þar, eins og það í dag. Það má ekki koma inn að sleggjudóma þetta. Það fara aðeins að kynda undir þessu. Já, ég er svo protective á Óla minn, sko. Ég er aldrei að fara að henda honum niður sem verður bara eitthvað fastur í 4. sæti eitthvað. En, þú veist, ég held að Ármann séu náttúrulega bara sátti við hvað er lent í deildinni og séu bara, eins og Thomsen sagði, komið fram úr væntingum og raun og veru hvert eru komnir. Þannig að bara vel gert á þeim, en það er samt bara ekki, sko, ég man eftir liðurum hjá Óla, bara í CSGO. Þeir voru að mæta Dusty í Háskóla bíó í best of 5 viðureign sem ég spáði, ég held að væri bara easy 3-0 Dusty. Já. En það er einhvern veginn með þessi liðans Óla að þau mæta aldrei í eitthvað svona stóra leiki og láta bara valta yfir sig, bara eitthvað easy 2-0, 3-0 eitthvað dæmið. Þú veist, það var hörku best of 5 seríu sem endaði í 3rd map og var bara close 3rd ef mann rétt, í 5th map. Já. Þannig að þeir hljóta, þeir eru að hnífa. Já, þeir eru að hnífa og gefa hnífa. Já, ok. En allavega, pointið mitt var að það kæmi mér rosalega mikið óvart að það væri annað stopp einhvern veginn. Já, það myndi komið mikið á óvart líka og ég meina, það er alveg saga fyrir því að Þór er ekkert, þú veist, þeir geta tapað, þú veist, þeir töpuðu á móti Vega, í rauninni kasta frá sér mappinu sem heit aldrei svona telegraphing á hversu, á svona performance á liði, finnst mér allavega. Þú veist, það er leið allavega inn fyrir Ármann að gera vel. Já, alveg klálega. Eins og við segjum, þetta var alltaf mappi sem þeir átt að vinna. Kom hann aldrei óvart þetta vertigo pick, þess vegna var ég mögulega að fara að setja eitthvað líklegra að Ármann var að fara að gera eitthvað meira í þessari seríu, en þetta er eitthvað sturlaðasta pistarhand sem ég hef hort af hérna. Ótrúlega að við séum Nývarhand? Já, Nývarhand seg. Já. Bara ótrúlega að við séum að sjónvarpa þessu. Ég er bara áttið á þessu. En já, þetta fer allt í gang hér. Smá rugglingur í gangi, það er náttúrulega ekki hnífa fyrir inn í 3rd map. En þetta er pick hjá Ármanni, þannig að Þór ætti að fá að velja bara hvort sæti vilja byrja og þeir ætla að velja CT. Já, kemur svo sem getur óvart. Þú veist, það velja allir bara einhvern veginn alltaf CT. Ég er búinn að vera að velja í Anubis kannski smótar. Já, mér finnst þú bara að vera klikkaði þar, sko. Ég hef bara CT í öllum uppum. Já. Vanafastur, en já, það er alveg mjög vel valið að velja Terry í nokkrum möppum í CS2. En við erum komið live, það er map 2, flastirni yfir longið, Pandas strax komin í aksjónið, engin gleru að þessinni, en nær að flýja yfir á sítspónið, reynir að hoppa hérna upp á sjortið í tæka tíð og róta þetta yfir á sætið. Kemur flass hérna, þeir blítast einhverjur á þeim, en Pandas er treytaður út upp á sæt, og bara hægt að fara niður hérna. Það er bara einum, Tony á sítspóninu. Taka fætin hérna á longinu. Ofvirkur er góður í stuð til að mæta þessu flanki. Smá eins og grunar hann þá sem er komið í bak sem er Dabbe. Dabbe er bara að chilla í bak. Þetta er áhugavert play á Dabba. Finnur ofvirk og tekur hann út Dabbi. Og þeir falla allir. Allt í einu. Þá opnast flóðgáttin og Þór tryggja sér hér pistolround númer 3. Ég held að margir íslenski spilarar geti lært mikið af hvernig Dabbi er að spila þessar stöður þegar hann er einn lörkandi eins og þarna. Já. Ekkert að flýta sér. Bíður eftir að liðið hans byrjar ítækið áður en hann fyrir að stað. Ef hann hefur labbað af stað bara eitthvað fyrir og ætla að fara sniður og nákvæm í baka og long, þá er ofvirkur bara með easy kill í bakið hann. En hann er að chilla bara, lifir, þangað til að liðan sem fara að stað og þá er Óli svona ekki alveg tilbúinn þegar hann spottar hann og þá fær hann bara 50-50 fight á myndi Óla, vinnur hann og alltaf að fara að vera erfitt myndi Ármanni. Erfitt fyrir Ármann segi. Byrjar þetta aftur á Þórsurum að vera hausaðir í gegn og þeir ætla að taka bíðið þetta, koma 2 út hyperactive, Pítur bara með skáta að mæta þeim, tekur hyperactive, tekur Hundsa líka. M4 hleypur í gegn, Dabbe nær Gudda og þá virðist sagan vera öll eða hvað. Pítur búinn að rótita hérna upp á. Elsku vinur, Thomsen fellur og eftir situr ofvirkur og þeir vissu hvaða vopn hann var með. Hann var með skátin í hendinni á terspóninu sem hann nú er akkurat núna.
smókurinn lengi í hurðana og Peter nær að bjarga rondinu fyrir Þór. Voru tveir þarna mjög snemma í Hyperactive og einhver annar sem ég sá ekki, en náðu ekki tökum á B-bombsætinu. Mér finnst alltaf svo skemmtilegt webkamið hjá Ofvirk. Alltaf eins og svona nörrock plata frá 2001. Bara heyrnatól. Það var æðislegt reference. Ein öxl. Haustar hann áður en hann fellur. Já, Ofvirk er alltaf búin að hitta tveimur góðu skotum hérna. En Hann stóð við sitt, náði hérna að minnka bjöfurnina. já, algjörlega. Smókur örugglega bara ætla að kasta honum hann á fríendis, en hver ætlaði að hafa verið með smókinn? Ætlaði að hafa verið þriðji maðurinn sem kom. Þeir voru tveir hana langfyrstir inn á bíð. Já. Smókurinn kom svo ótrúlega seint að Peter var búinn að ná tveimur áður en að poppa í hurð. Já, það er náttúrulega bara mjög slæmt. Ef þetta var sett smókur líka fyrir utan lobby, þá náttúrulega hefði þetta að bíða. Þá kannski það náttúrulega hættur á að það sé komin einhver inn á sætið. Það er alltaf erfitt að kalla það. En spara Ármann, taka bara deiglur þannig geti og skambus þannig geti keypt í næsta randi. Ég ágætan pening í næsta, þannig að við ættum að fá AK að engan vappa, mögulega skátt, vissulega. Og Ofvirk er búinn að vera heitur á honum, en þetta er allt frekar rólegt í Dust 2 á meðan Ármann er að fikra sig hérna upp shortið, Gutti að koma á longið, spottar hérna út og allir nær endriðinu. Komum við short til Pandas að mæta þeim. Kemur flass hérna en Pandas er dáinn. Alli ætla bara í fætinn, tekur tvo, tekur þriðjan á MP9-unni. Feikar plattur. Var Já. okkur komið shortið? Já. Nei, þeir voru að hoppa þarna náttúrulega bara. Spurningu þeir þurft bara að reyna að koma mitt í bombun og treysta þeir hitt hann ekki. Já, hann var ekki að fara að vinna þetta náttúrulega. Nei, hann vildi kannski bara reyna að ná einhverjum byssum. Ég held að hann var að fara að falla alveg pottið annars. Það var voðalega auðvelt að hitta þessu hopp skoti alltaf í þessum í CSGO síðust tveimur. Allavega þarna á shortplantið. Vissulega vappi á Ofvirk, hann átti vist nóg fyrir honum. Sér hann krossað aftur. Peter! Þetta var litla skotið hjá Peter. Opnar þetta en Hyperactive svarar leið. Þetta var no respect en Peter krossar aftur og hausar hann í gegnum hurðina. Grina alla, hann er staurflindur. Vilt spraya á hundsa, hann tekur út alla. Mjög mikilvægt. Sérðu lífið samt á þeim. Mjög lágir Thomsen, eini á 100 HP en eiga... Hann sá hann. Sáu hvern annan held ég. Og Thomsen nær þarna dabba út og þá þurfa það bara að pikka sæt. Gutti á vappanum. Þið geta þess að fari bara 4 saman á 1 sæt og í versta falli eru þeir í 2v4. Það var líka bara mínútu þannig að þeir eru aðeins svona taka þér rólega. Sjá hvort að, já þarna fá þér info á Pandas. Heyrðu mögulega í Tony hérna þegar hann var að koma út á B-inu, þannig að ættu svona sirka að vita. Þarna eru Thomsen með HP. Og þeir eru báðir lágir. Ekkert jú til á Tony en þarf að hoppa upp á shortið. Molla er út en Mollin Sér að baka mólan aðeins. Kíkja eftir þetta. Heyri í honum núna. Einn á díföltinni, báðir lágir. Pikkar, þetta spraytransfer. Hársprayt frá því að lenda. En Ármann, þeir ætla hann að koma á fyrsta rándinu sinu, ná ekki að recovera vappan. Thomsen þarna heyrir Tony hlaup inn á og býður eftir að vinur þessa bíl fær kontakt og þá pikkar hann upp og nær að treyta. Einhverjir hefði nú plantað bombunni, svinga beint í Tony og verið hausaðir. Já. Heldur betur. Líka lár og allt, sko. Já. Þetta hefði endað. Það vantaði eitt svona ekki ego-spilara inn á til að leyfa þess að gerast. Thomas Long, allir er ekkert blindur. Ekki gutta hérna. Thomsen er að taka út Pandas á meðan. Hérna allar að taka alla. Hann er treytaður út. 2 fyrir 2.
Dabbi var að klíra miðina og hann gæti ekki búist við þessu lörki hérna út. Sá þetta. Ofvirkur getur nýtt þessar upplýsingar eins og honum listir. Hann búinn að lappa upp á B þannig. Óli komið bak B. Er Tony að fara að kíkja í baki á sér? Það spurning. Getur ekki verið. Og B klír. Bomban er fallin! Dabbi finnur hana. Þá þarf ofvirkur og Hundsi að koma. Nei, ég held að hann sá hann. Það sér hann, jú. Jú. Allir að spila hættulega leik hérna. Og Dabbi einn eftir á móti 2. Hundsi, hann er að koma í ákjósanlega stöðu til að taka bardaga á móti honum. Heyri ofvirk. Hérna ætti hann að kíkja út og Hundsi frá sjortinu lokar þessu. Það eru 2 í röð. Akkurat það sem Ármann þurfti. Haldið þessum leik klósina í byrjun. Ekki missa Þórsara allt og langt frá sér. Og þeir eru búin að henda þeim í spar hérna. Þetta rond var á ofvirki. Góð trade samt. Svo við tökum á fram á longinu hjá Ármanni. Thomsen hérna náði að treyta alla í lokin. En hyperaktiv. Það var raun og veru. Það versta sem hann gætt gert var að vera pikka á short og það er akkurat það sem gerðist. Ótt að vita að við vorum í short control. Peter gráður hérna. Það er ótrúlegt. Það er ótrúlegt að hann skulle ekki ná þessu fraggi en Gutti hérna með 2K og köllum það 3K og jafna metin. Sko, Thomsen til varnar. Þá hélt ég að hann væri dead on þarna í mörgum af þessu kúlum sko. Já. Ef var á herði. Ef var á herði. Já. Já, ef var á herði. Já, já. Smá svona grín og gaman. Skemmtilega þessi íslenska tunga, ha? Já, já. Já, hún er aðeinsleg. Er ekki stutt í dag íslenska? Er það ekki 16. nóvember? Er það 16. Nei, við erum ekki að fara að taka aðra útsendingu sem við törum bara á íslensku. Það var versta hugmynd sem ég nokkuð tíma komið með. Vita vappanum og ofvirk allavega. Ég held þessi 15. eða 16. Ég er nokkuð vissum. Það er 16. nóvember. Var að fá að staðfest. Úrslitakvöldi, dagur íslenskrar tungu. En nei, við ætlum ekki að taka sjálfvirkur Kristó og eitthvað kjaftaði. Já, það var galnasta lýsing sem ég tekið. Komið sem gestur og ég eyðilaði útsendinguna. Nei. Þetta var bara gaman. Þetta var litla flassið. Þetta er svona allarlega flagg sem ég kannast við frá því að hafa verið með mér í liði í gamla daga. Hann kíkir hann upp á sæt. Þetta er... Var þetta Pandas eða leikmaður 5, það er Tony? Tony? Já. Já, hann er kannski ekki þekktur fyrir að vera svona í fullu gáleysi. Þetta vita hann mann ennþá. Jú, Hundsi átsar upp og tekur út Tony Salva. Grenda og Dabbi fellur fyrir Gutta. Þetta er bara vel spilandi liðs Ármanns með 4 ránd í röð. Heldur betur kviknar undir þeim núna og búinn að neyða aftur Þórsara í svona leiðilegt pistolbæ. 5-7 og Armor komið á Dabba. Úrslitakvöld ljósleiðardeildarinnar 16. nóvember, dag íslenskrar tungu. Taktu daginn frá! Heldur betur og bókaðu flöskuborð. Já. Skátt aftur á Peter. Hann ætla ekki bara að taka yfir skópvopnið í þessu mappi. Pandas með digluðana Peter nær skátkill á Gutta í hausinn að sjálfsögðu. Þeir að fara að koma inn út á B. Það eru 2 inn á B-inu og stutt í rótit á 2 líka. Pandas tekur fyrsta, treytaður út. Þetta er Peter komin í hurðina. Peter takkar annan. Það er engin spókur í hurð. Það var sett. Það var ekki sett B, það var bara kontátt B, ekkert djú til fyrir hurði að klukka. Dabbi, þetta opnar fyrir Dabba að koma í bakið hérna en... Já, fullkomni tæming líka. Mjög snöggur í bak. Annars mótur fyrir hurðina á... Thomsen fær næsta fætina líklega. Og þetta er 2 í lobby. Þú veit að þeim. Skiptir í aðgáðum Dabbi. Þú veit þetta.
Tony og Dabbe klára þetta úr lobbyinu, bregðast við og já, ég spáði 5. rándinu, í staðinn þá jafna Þórsarar á skítakaupi. Já, bara létt spara þarna hjá Þór og þið vinna rándið. 2 snöggir í lobby. Byrjar alltaf á náttúrulega Peter. Peter í miðinu opnar þetta. Peter er komin í rotate yfir á B, takkar annan og nær öðrum út ef mér skjáttlast ekki eftir tökkin. Já. Eru 2 inn á B-inu. Þeir lappa þarna inn í hálfgerðan stakk. Það er þetta fyrir á skaptum hana, þeir greinilega ekki smóka middhurðina út og voru ekki smókana fyrir B-hurðina. Thomsen tekur alla, brennur síðan, Tony mættur, Tony með 3K, nei, tekur bara 2 og Dabbi tekur 1. Dabbi fellur síðan, 2 og 2. Vappi komin í rotate, Peter smókar hérna. Næra hoppa upp á shortin, hann er séður þarna, hlýtur að vera. Þvílíkt gapp í þessu smók. Fellur. Grensan er góð og þá er Hundsi 1 eftir. Hann er allavega með bombu á bakinu og við höfum séð þennan dreng taka ótrúlega klöts. Og hér þarf hann að koma með 1 slíkt. Pandas að leita. Þetta er 1-on-1 fight hér sem að Hundsi sigrar. Vappi upp á sætinu en þá eftir. Peter prófði þetta strax. Ætlar hann að finna eitthvað á miðunni. Hendur ekki verið Spoku City. Hvað gerir Peter þegar hann heyrir honum? Aldrei bak. Já, hvað? Sér eitthvað Hundsi rólur. Báðir bara sulluslækir. Já, ég meina ef við skiptum á milli að það er ekki að breytast andlitið á þeim. Hundsi er aðeins að syngja. Peter að klíra lobbyið. Hundsi er ekki búinn að gera neitt svo langa tíma. Henni kemur smókur, midd og B. Eða hvað neyði, B-hurð. Hann kann þennan. Hann er búinn að skoða eitthvað YouTube-vídeó fyrir leik. Hlýtur að vera. Þetta er ekki selt. Já, hann veit af þessu. Einfalt skot, double zoom, þessi smókur á B-inu. Plataði engan. Sérstaklega ekki þegar hann er búinn að róta þetta í B-lobbyið. Já, hann var með allar upplýsingar þarna. Hristir hausinn Peter. Hefði samt verið skemmtilegt ef hann hefði bara verið stikkar neðra, Peter. Já. Og hann hefði ekki haft upplýsingar Evrolobbyið. Þá hefði þetta alveg verið skemmtilegur smók, en út af því að Peter var með upplýsingar þá var þetta bara nokkuð auðvelt fyrir hann. Oh my god! Skátarnir eru að syngja í þessum Dust 2 leik. Og þessu sinni er það Dabbe sem verður fyrir barðinu honum Ólaf barða. Og rótuð í næstu gripi hérna, það eru 3 inn á, nei, sorry, það eru 2 inn á B, ekki 3. 2 á sikru sætinu og hérna eru þeir að róta þetta yfir á shortið. Þetta er bara að kíkja á það hérna, alltaf ná einhverjum í transitioninu, að skera hann. Grensar þarna en gerir engan skaða með grensunni. Þannig koma þær út, það er Tony í rampurum frá að mæta þeim. Og í dýnkaður nær einum. Skátin er svo að nær Tony út, Alli hins vegar nær einum tilbaka af. Ná bíl, Alli er á bíl, lifir enn tekur 3. Einn eftir langt í burtu en hann er að koma shortið. Það er plantað inn á, hann á smók, plantað á shortinu. Glæsilega að spila hjá Thomsen. Virkilega mikið á rándýran sem Thomsen sigli fyrir sitt lið. Plant inn á sætan og Tommy hefði verið dauðadómi fyrir hann, en sem betur fer þá var þetta short plant og hann vissi það greinilega allan tíma líka. Alli var búinn að henda sér í svona þægilegan smók sem hann gat litið yfir þegar hann hoppaði upp á hérna drasli sem við veit ekki hvað er. Þetta eru svona steipupokar eða eitthvað? Já, eitthvað. Og það er svona litið bústað sér. Hittir ekki alveg hérna. Sér það marga komið upp mitt. Það er skát af Peter, eins og oft aður, og hann tekur ofvirk. Skátarnir eru búin að vera skæfir hér. Og mikið svona skát vopna bardagi í þessum mappi, Tommy. Ekki endilega vappa samt að mætast. Mjög oft bara skát. Skát á móti vappa. Það koma þær baðasætið. Þeir eru allir komnir hingað. Allir Þórsar eru mættir, þeir fatta 2.
Peter er eftir á skát, lítið sem hann getur gert. Þetta, hann takkar samt sem áður 2 áður en hann fellur og Ármann komnir yfir enn á ný. Get ég fengið smá appreciation á mottuna skutta í chatið, takk fyrir. Já, þetta er mögnuð motta. Pandas hvergi sjáanlegur í Dust 2 eftir frábært vertigo. Já, hann hefur bara klukkað sig út. Hérna hans mappanna. Hann var í þessu Atlantic-liði sem að spilaði vertigo mikið, þannig að hann kann að láta mapp. Mottur að pikka í hægt longtakeina hjá Ármanni virðist vera, kemur Grenan. Grensan er svo sem ágætt en Pass yfir. Peter er engum og hér er pressa í bakið. Það er einum Vildi fellur. Daur blindur Dabbe. Og þetta bara fara út longi aftur saman. Það er annar að bíða eftir mjög skrítið round sem að horfa á hérna, Tommy. Alli nær ekki hyperactive. Æ nei, 7-5 Ármann yfir í hálfleik hér. Og hyperactive finnst þetta ekkert eðlilega að fyndið hann að unni hennar fætt. Það var mjög skrítið round þarna. Fengum bara bardaða fyrir utan longlopið. Smá trist á longinu líka. Skilur samt ekki af hverju hann er ekki haldandi á byssu og hoppandi inn í engulið sem að leikmaður er á. Hann er búinn að vera skotinn af vini, eða ekki? Jú, hann tók vina þessu út þarna, en eitthvað komist upplýsingarna ekki til skila. Já. Já, Ármann vinna hálfleikinn, 7-5 og komið yfir í pistolondið. Smókur og flass á Aller, P250 á Tony. Komið longið, eitt lurkir í Pandas. Þessum er góð en rífrökin er að koma þetta inn. Betra fyrir Terrana að sjálfsögðu nema Hundi komist í frakk hér. Nei, Tony tilbaka, tekur einn ofvirkur, einn upp á sætinu akkurat núna. Sem tekur Pandas, þá er lurkirinn, hann er fallinn. Hann var búinn að ná henni út hann áður, Pandas. 2-2. Vita af ofvirk á CT og núna veit ofvirkur upp á hár hvar Tony er með þessa P250. Dabbe, glæsilegt frakk. Hann hittir þessu bara. Dabbi tekur ofvirk þegar hann hoppar á CT-spóni. Ofvirkur pirraðar hann hafi hoppað líklega. Já, mér finnst það líklegt, en þetta er 4 af 4 pistol round hér til Þórs. Það er þannig. Og við fáum strax skátt á ofvirk. Springur þann á að stríða Peter eins og Peter var mikið að gera í fyrir áleik. Nú er Alli á skáttnum. Stór hættulegur leikur að leika. Nú stressandi maður, hérna koma í B. Myndri fellur. Ofvirkur tekur fyrsta. Þeir beila á þessu vantilega. Hann veit upp á sökina hann. Já. Hann var aðeins of fljótur á sér hann. Já, liðsfélagans búinn að kalla að það er enginn að pússa út, þá var hann alls ekki að pússa B-lobby, eða neðarlobby þar að segja upp í B-lobby. Nú kom aðeins short. Tveir búinn að koma sér í stöðu samt. Hundi tekur fyrsta. Smókurinn kemur niður, allar að pússa. Ofvirkur í sinni stöðu, hitti fyrsta en klikka síðan. Hitti 2. Hyperactive fljótur í bak. Það er smókurinn frá hans liði líka. Veit ekki að hínum manninum aldrei var að klíra þetta. Og Alli hérna klárar þetta. Fyrsta frakki hans í þessu rándi. 7-7 jafna metin, en þetta var hásbreytt frá því að fara á annan veg. Algjörlega. Getum við tekið appreciation á samt ofvirk í ofvirk með skáttinn að taka bara, ég held að hann sé með bara 8 mismunandi leiðir til að spila út frá þessari pósu. Já, mjög erfitt að eiga við hann. En það sem var hræðilegt í þessu randi var að Gutti mislaði þetta algjörlega, tekur fyrsta og heldur sig að fara að bakka þannig að hann púsar. En í staðinn færa hann bara í andlitið. Ég kann svo að meta þetta. Dabbi líka hoppar bara eitthvað 360 í loftinu. All-in. Sprettar ekki á Hundsa. Og gerir það. Æjæjæj. Þetta er bara
Gjörsamlega farið til Þórsara. Þeir eru komnir yfir hérna í seinni hálfleik. 8-7, þetta voru fyrsta rándið og second rándið og sparið eftir því. Núna eru M4-ar komnir hins vegar og eitt vappi á ofvirk og smá jútil með því. Hann spólar fyrir longið, þannig að hann fyrir longpíkið hérna. Fáum ekki vappabardan á miðjunni í þessu rándi. Engi vappi Þórsara megin. Full akkaup, svo kemur ekki óvart, hafa verið að spila mjög mikið þannig, en ekki það nauðstulegt. Hérna nema á smókið miðjuna, track í track, sem að þeir og eru að gera. Hvert vilja þeir fara? Út af mitt og bí, eiga neðra, eiga miðjuna. Hefi í neðralobby hérna, Þór. Kannski var kallað eitthvað út mitt hérna frá spóni. Mitt og bí. Smókur. Þegar allir verið að klifra hérna upp á kassan þannig að hann sjáu yfir smókin. Staurblindur hérna, svo við sjáum í gegnum X-rayið. Short map control hjá Þórsurum. Og við erum búin að róta þetta í gús líka. Þetta er ágætisvörn en ekki mikið meira. Sjáum hvað er mikið bil á milli A-leikmannana, leikmanni sem eru á long. Hann þarf að vera stór hérna á virkur. Hann fær ekkert bakka frá vinnu sinu líklega ef þeir eru að fara að taka hittið hérna bráðum. Nate síðan fyrsta, takkar bara, kemur flass yfir, 2 flöss. Tekur Næra róta þetta yfir! Tekur nær 2. Það er virkilega mikilvægt. Hérna verða þessi 2 upp á A bara að redda sér á meðan Það er longlurk, það er stórt í þessu randi. Hver vinnur long-bardagan? Það tekur hættur eftir í ramp. Dabbi verið hundsað þannig að þetta ránd ætti að vera farið. Gutti þarf að gera eitthvað stórt ef hann ætlar að ná eitthvað út úr þessu randi. Finnur þennan fæt, ekki Tony en nær gera skaða. Thompson nær Dabba á longinu en 2 lágir upp á side. Krækja í 9. rándi fyrir Þór. Já, Hyperætti fellur í rampinum og Hundsi tapar baráttun og long sem að fór alveg með þetta ránd. Það var rauninni, já, vissulega vendilpunktur að komast upp á sætið og ná leikmanni sem komið rampinn. En leið og Hundsi missi longið, þá þurfa að vera að koma í gennum sítspónu og það er bara ótrúlega erfitt að retaka gennum eina stíð. Virkilega erfitt. Alli á vapp. Sem að skjátt. Ok. Það skotum í áttina af sítinu gott vatt hérna. Ekkert að hitta. Peter tekur ofverk staurblindur og tekur síðan húnverði út. Það er bara ekki núna komið skátin í sínar hendur. Og hérna Peter bara að leita fleiri frökkum, sér hann að gutta. Og svo fær hann 2 í baki. Hei! Nei, þetta er Dabbi. Þetta er Dabbi sem að hjálpa hann örlítið til allavega. Pandas vel peppaður hérna. Ekki það peppaður samt að það sé búin að setja upp gleraugun aftur. Nei, það var of pepp. Já. Það var of pepp. Skulum passa okkur á því. Meikaði það ekki lengi. Þetta voru 3 ránd. Pistol og anti-eco og síðan eco. Já. En hérna þurfa þær að gera eitthvað. Gutti með vappa. Já, þetta er doppelvappi náttúrulega. Enginn að spila bíðin í byrjun. Jú, hann fer Gutti yfir á bíð. Komið inn í Molla. Fór í longpíkið en droppar vappanum síðan á Alla. Alli vil að vappa í Dust 2. Allavega í Terr. Já. Peter var að vappa í CT á hann og líka á skátt mikið. El Clasico ofvirkur hérna kemur framal á svörtin, nær pikki og fer í einhver aðra stöðu núna í miðjuna. Góði mitt og bísmókurinn hann líka hjá Þór. Ekkert að klifra til að sjá yfir hann. Og virkur ódýr fröggarna hjá ofvirk. Pandas nær einu tilbaka en Gutti leið. Alli á vappanum. Grípur í tekkuna. Hann er með bombu. Þegar mikið í gangin hjá Alla en bomba fyrir niður.
ákaflega ólíklegt að hann ná að krækja þessu fyrir baka en heiðarlega tilraun að ná einu með sér og ná þar að leiðandi 3 fröggum í rándinu. Já, frábær skaðinni á alla, ná bombu niður og einum í viðbót var bara geggjað úr því sem komið var. Fýtt banki á Þór, alltaf búinn að vinna öll rándin hérna í þessum hálfleik hingað til. Ofvirkur situr á 22 fröggum. Já, akkurat það sem við þurftu. Þetta er bara ofvirkur playground eins og við höfum lýst þessu margoft áður. Jafnvel bara mörg tímabil, Tommy. Já, það er nákvæmlega þannig Hyperactive með 198 util damage. Einhvern veginn svona óvænt að sjá það. Já. Ætli hann hafi ekki bara, já þið voru mikið að standa inn í mollum hann áðan eitthvað, Tony. Það sé ekki bara það, mollan. Þetta komur út B, Toms er í stauraður. Fyrsti fellur, þeir beila á þessu. Hundsi komin að vappa núna. Vilja spila þetta double vappa sem. Já. Sem er það svo erfitt af því að það er engin svona sekundur í vappinu sem í þessu liði. Nei, ekki allavega Hyperactive búin að reyna fyrir sér í því. Hundsi var sekundur í vappi fyrir svona 10 árum. Ég veit það ekki. Hann er alltaf bara langt bestur á rifflinu, ég vil alls ekki sjá hann á vappanum. En leta virkað þarna. Bara, það var abandon mission hjá Þór. Ætluðu hann að taka út B-ið en Hundsi lókaði bara á þá og líka util á móti. Og gefa núna Þór allt plássið í heiminum. Þeir eru að hengja sig hvað sem er. Og virkulega gamla á þeir komið seint út longið en þeir eru að fara að koma short. Smókur í mitt, Hyperactive á CT-inu. Sætið er galopið fyrir shortinu. Já, þeir eru ekki búin að taka shortið ennþá samt. Þeir eru ekki kontrólið. Ekki fyrir en vantarlega núna bráðum. Já, núna eiga er short control framalega. Þeir höfðu þarna smá glugga til að hlaupa shortið og ná einhverju grándi, en Nú kom maður út short. Ofvirkur tekur fyrsta, Peter fallinn. Tony er ekki blindur, tekur ofvirk. ekki fætið sem þú vilt taka hérna eða hvað. Hyperactive nær dabba út, þá eru 2 eftir. Thomsen nær alla og Hyperactive með síðan Tony tilbaka og þá er 10-9. Ármann að koma tilbaka hérna í seinni hálfleik. Það doppelvappa setup er að gera mikið. Kannski út af þessu doppelvappa setupi sem er ákveð að fara svona frekar hratt B hana, Þór. Ég held að þetta hafi ekki verið með settsmóki hurð samt. Ég veit ekki hvað þið kunni settið þar sem þeir smóka hurð og glugga og góinn. En Hundsi náttúrulega bara opnaði þetta strax. En eru þið með eitthvað svör við þessu núna? Það er spurningin. Bankinn þeirra er farin eftir þetta ránd. Tony kominn á vappan. Þetta skipti ekki bara út af spóninu, heldur alltaf hann að spila vappan. Dabbi fellur. Hundsi hittir ekki vappaskotinu, Alli tekur hann. Þá er B-ið farið. B-ið er alveg fallið. Doppelentri og Alla, risastórt. Skilja Peter eftir hérna í miðjunni, hann á grensu, hann á molla, þarf í rauninni bara að lifa. Þetta er safe, safe, Já. þeir eru búin að seifa. Búin að kalla seifið, Þóra fara að komast í 11 ránd. Þetta er völdin sem að er að geta komið svona frítt inn á B. Þetta er bara frítt ránd. Já, Hundsi svektur út í sjálfum sig, hafi ekki hitt þessu skoti. Ofvirkuna að opna þetta á dabba, en þetta doppelentri bara gjössalega dreipur rándið. Algjörlega Peter núna að byrjar að leita en þeir tíma örugglega bara einum riffli í þetta. Ekki mikill peningur hérna á Þór. Þórsarar hins vegar að koma sér hérna í 11. rándi sitt. Stutt frá því að tryggja sér farsliðurinn í úrslitaleikinn. Já, og á 5. daginn fá að vita hverjir mæta á sigurveri í þessum leik. Þar mætast Vega og Dusty. Vega ábyggilega eitt af Sputnik-liðunum í deildinni. Frábæri ár. Og já, þurfa að sýna það. Búin að vinna Þórsara. Núna þurfa bara að klára smiðshöggi, reka smiðshöggi á móti Dusty. Frostbúalistinn seinast. Sér hvað þetta er mikið af orðatildækjum. Þú ert búinn að fletta þessu upp, er ekki? Já. Vel, þetta er vanur sjónvarpsmaður hérna við hliðina á mér, ég heyri það.
hann er stauraður Gutti. Sleppur það með það, tekur alla út. Virkilega mikilvægt. Já, þetta var bara björgun, hrein og klár björgun hér. Vantar góða smókin hér. Góða mid-to-B smókin. Núna getur Hyperactive bara tökkað þarna niður og kíkt yfir. Gutti kom með allar upplýsingarnar. Hann er að fara í flank hér. Þetta er eins frítt og það gerist. Vappir var að falla inn á Tony og sér engan annan. Gutti! Ó nei. Sleppur ekki! Óhóhói, þetta var ljótt skot! Ói, Hjá Peter! í gegn líka! Ó, Peter. Hún grunar þetta. Hún grunar þetta svo mikið. Hefði bara alltaf treysta innsæðin en Dabbi allavega með rífraki. Hérna kemur út. En þá 2 á bíðinu samt. Dabbi fyrir. Þetta er 1 á móti 1. Pandas á móti Ofvirk. Vappi. Gerir mikið damage. Og hann vinnur þetta. Þessi Grina var stór. Annars hefur aldrei unnið þetta duel. Ekki séns. 11 HP Ofvirki. Rosalegt. Vá, að þetta hafi orðið að einhverju randi er fárálegt þar. Gutti, menn eru vel stressaðir hérna, Tommy. Já. Bæði Gutti hann í bakk og Hyperactive að eyða klippu þarna á Peter í bakk. Já. Borga fyrir það og hleypur hann að leikmönnum fram með sér. Peningurinn ágætur 26 frögg Ofvirk. Hann er að halda á þessu ármannsliði. Hann er bara á leiðinni 30 í MR12. Það er ótrúlegt. Það er bara basically 40 bomba sko. Það er gjössanlega klikkað. En ennþá kaup á Þór. Þetta er randið sem að geta brotið á hérna. Það væri stórt að brjóta á hérna. Staðan væri þá 11-11 og lélu peningu á Þór. Rísastórt rand að fara hér. Vendipunktur í leiknum. Og Dabbi opnar þetta Gutta. Og hann kemur að húsa B. Ói! Þetta var ógeðslegt! Ofvirkur þarf að finna eitthvað hérna. Hann reynir að finna eitthvað í gryfjunni. Nærði ekki, Pandas tekur hann. Allt að fallum sjálf sig. Hyperactive þarf að standa í báða fætur. Hann var ace hérna. Það er ekki að fara að gerast. Tony lokar þessu og það er 12. rándið komið í hús. Og sömulegis hinum megin tapar þessu rándi og peningurinn er hræðilegur. Ofvirkur ríkastur að þeim með 4,1k. 4,1k. Það er M4, lítill armor, smokkur og flass. Það er ekki mikið til að tala um. En þetta er 26 frögg á Ofvirk. En hinum megin þá eru 2 komnir í 20. 21 og Tony og Peter. Hann komur út longið. Það er bara digla á Gutta, erfitt fyrir hann. Og hérna falla er Ofvirkur þar bara stór en nærði ekki. 2 diglur eftir til að bjarga tímabilinu. Og þarna, what? Hundsi! Hann kemur í gegn! Aftur! Hundsi! Settur þetta í 1 á móti 1! Alle 1 eftir! Hvað gerðist? Tímabili undir, hérna hjá Thomsen. Tímabili á herðum hans og hann fer í langa flankið. Þetta er gjörsamlega magnað play frá Hundsa. Hann býst aldrei við honum svona hratt, hann heldur hann sig í hotninu hérna. Næri byssu líka, kom með AK í hendurnar. Æsilegt! Ránd hjá Hundsa! Það er Thomsen sem klára það. Þetta er alveg Hundsi í gegn! Við þurfum svo mikið instant replayin á Tommi, þetta var svakalegt hjá Hundsa. Var þetta doppul eða? Þetta var doppul. Oh my god. Og fyrir svo aftur í gegn og hausar annan. Hvílitt play. Ég heyrði líka þeir voru eitthvað spjalli eftir þetta. Hann fengið nokkur nice shot hana. Og gera þetta á þessum tímapunkti líka. Stöðunni 12-10. Tímabilið undir. Og þetta er nákvæmlega það sem að ármenn gera ótrúlega oft. Þeir eru eitthvað fáránlegt ránd og sérstaklega þegar Hundsi tekur eitthvað svona. Ofvirkur þurfti í rauninni bara að kvita serverinn. Þetta var ótrúlegt. Það var eitthvað dottið út hérna. Kannski sparka út nettsúnu sína eða eitthvað hefur gerst. Alvöru trillingur að nörgulega hjá Ármanni. Þetta ránd var svo gott sem búið áður en að Hundsi ákvaða að gera eitthvað ótrúlegt.
komnir í jafntefli Þór, en þegar Ármann ná svona rándi, þetta er eitthvað sem við töluðum fyrir leikinn, þegar rándið frá Ármanni kemur sem að lítur svona út, þá byrjar vélnin aftur að malla. Algjörlega, og já, ekki var það ofvirkur sem við erum búin að tala rosalega mikið hérna, heldur kom það frá, já svona, við tölum oft hann númer 2 leikmennir sem að Ármann leita til þegar þurfa á fargi að halda, þurfa eitthvað sérstöku að halda. Og einhvern veginn fáið alltaf þessi sérstöku ránd frá Hundsa í Dust 2 líka. Já, gerða á móti Vega, núna á móti Þór. Hann bíður bara eftir að kallið kemur. Þá gerir hann eitthvað stórfenglegt fyrir sína menn. Tæknilega pásan væntanlega að enda núna. Það er 20. og 4. rándið. Við þurfum öll 24 til að útkljá hvernig að sigra þetta Dust 2 æsi spennandi mapp. Og ekki kaupið eitthvað frábært hjá Ármanni. 2 MP9. Spurning út er inn eitthvað play. Nei, 1 MP9 ætla bara að fara að móla longið. Það verður bara 1 á long, ok. 2 upp mitt. 2 í neðra lobby segi. Þeir eru að fara að mæta Peter hérna í neðra. Hann heyrir í þeim. Nær ekki að bakka, Gutti nær fragginu, þetta er kollaps á B-lobby, þá þurfum við að taka eitthvað ground einhverstaðar annars staðar. Vita hann innum föstum hann það. Það er að standa í báða lappir á eitt smók til að smóka sig út, hyperactive að reyna að komast á shortið. Þeir eru að koma upp longið hérna. Ármann veit, það er bara fyrst núna held ég. Og Viggur nær einum í gegn, það er Tony búinn að vera stóð fyrir sína menn. Hvað gerist næst? Bomban komið niður, 3 á móti 3. Það er einn að koma shortið. Ekki þægileg staðsending á Ármanni. Alli stór hlekkur hérna. Ef Alli heldur lífi þá er þetta ránd nánast búið fyrir Ármann. Gutti að reyna að gera eitthvað hérna. Dabbe nær 2, þá er Gutti 1 eftir. 1 eftir á móti 2, bomban, orðin lág hann og smók. En þetta er sama setup og Ármann voru með. En þeir spila 1 á móti 1 og Pandas klára þetta. Það er 13, 11, Dust 2 og Þór eru konur í úrslitaleikinn. Heldur betur, úrslitaleikurinn næsta laugardag, 16. nóvember og við sjáum Þórsara þar. Ertu ekki að grínast í þessu diglurándi samt? Þetta var svakalegt. Þetta var ótrúlega skemmtilegt leikur af Counter-Strike. Algjörlega, þetta var samt sko eftir þetta ránd, þá var þetta svo mikið svona leikur sem var að fara í framlengingu. Já. En einhvern veginn náðu þeir ekki alveg að klára þetta en Ármann. En þetta var samt það sem ég talaði um hérna á milli mappa, að þetta er ekki svona lið sem að fellur bara killiflatt að rústa sér í svona útsláttarleik. Þeir koma alltaf með leik, skjóta alltaf á móti og gá okkur heldur betur flott mapp hérna Ármann. Þannig að bara til hamingju í raun og veru með gott tímabil Ármann. Bara spiluðu fram úr þeirra eigin vonum og já, þeir voru miklu betri heldur en ég bjóst því sjálfur. Já, og ég meina, við getum alveg talað um það. Ármann, að sjálfsögðu, það er bara búið fyrir þá núna í ár fyrir að bíða eftir næsta móti sem er RIG sem byrja í janúar, minni mig. Samt sem áður eins og þú segir, þú veist, þetta er topp 4 á tímabilinu, on par, vinna drauginn sinn í sögu í úrslitakeppninni í 6 liða úrslitunum. Ég myndi segja að þetta væri bara raunni vera svo vikið fyrir Ármann og eru búin að sýna allavega að Thomsen inn í liðið, hann smell passar, hinir þurfa að stíga örlítið meira upp en heilt yfir liðið virðist vera að virka bara gríðarlega vel, sérstaklega þegar ofvirkur er komin í gang svona í seinni part tímabils. Já, mér fannst það til í lokin samt sjást miklu meira á Ármannslínu að þeir væri stressaðir heldur en Þór. Sáum hann að mörg svona vilt sprey hjá þeim og eitthvað þannig sem fóru bara eitthvað algjört bull hundsjana í síðasta rándinu. Mögulega fætt sem hann á að vinna á alla sem þau komum í góða stöðu. En já, eins og segi, stutt á milli í þessu þegar þú tapar 13-11. Það hefði alveg klálega getað farið í third map og aldrei að vita hvað það geta gerst þar. En frá sorgina yfir í gleðina, það er allan að komin einn mjög sáttur Pandas á línuna. Til hamingju með sigurinn. Héldu að ég var að vera að missa úrslitaleika. Það væri í fyrsta skipti í langan tíma allavega. Já, í 2 ár, 3 ára eða eitthvað. 3 eða 4 eða eitthvað. Hvað endist þið lengi með glerun? Taldi ég 3 ránd? Sko,
þú veist, þið sáu alveg hvað gerist þegar ég tók þið af í Vertigo, sko. Já, vissulega. Þú varst mjög góður í Vertigo. Byrjum kannski bara þar. Þegar að vídeóið kom upp á skjáinu á okkur, þá okkur blöskraði. Þetta kom okkur óvart. Já, sko, við eiginlega last second vídeóðum. Við vissum ekkert hvað við ættum að píka, sko. Nú hófum bara yfir allt hérna, bara, Alli svaraði ekki, Pétur húrræður, Tóni húrræður. Ég held að Dabbi hefði bara smellt á eitthvað, sko. Var það Dabbi sem ákvaða þetta á endanum að höfðu Vertigo? Sko, hann kapteinn, þannig að hann smellir alltaf á mappið. Já. En, þú veist, við sögum bara nafnið á öllum eppunum að við tala nýtt á eitthvað, sko. Allt nema Ancient allavega. Allt nema Ancient. Já. Allt nema Ancient, sko. Núna, til dæmis í Vertigo-leiknum, þú veist, þetta fer 13-2, þetta var mjög þægilegu sigur, þú náttúrulega stór partur í því. Já. Voruð að mæta dálítið köldum og kannski ekki allt of reyndum Ármanns liðið þarna í Vertigo, en þegar við förum yfir í Dust 2, þarna þetta var spennandi leikur. Já, þeir eru góður í Dust, sko. Þú veist, individually, við erum ekki betur en þessi gæðar, en þú veist, við erum alveg fucking homeless í þessum möppum, sko. Það er ótrúlegt. Við erum ekki með mikið að múfum, sko. Já. Við þurfum fleiri múf. Það kemur technical pása þarna þegar ofvirku dettur út hann í lokin. Hvað eru þið að ræða þá? Þannig að fyrir ekki neitt, sko. Síðasta rándið. Ekki neitt? Gæinn kollattaði, sko. Þetta var ekki skill. Halló. En ég meina, þú veist, last ránda var að koma og var ekkert eitthvað svona, þið kallið búin að finna einhverja veikleika í vörðinu eða neitt. Þið voru bara... Nei, ég sagði, höldum áfram að gera það sama og við erum bara búin að gera og þú veist, þeir voru að gera svo mikið að mistökum early, sko. Þá til að fóra að spila bara 4 vapna eða eitthvað. Þannig að ég gólaði bara taka þetta svolítið rólega, sko. Okay. Gólaði taka þetta rólega. Nú horfi ég á útsendingarnar. Já. Ég er ekki að fá neinn sjátt, gaurar, ég er að ygla. Já, þetta er verstu deildinni og ég er ekki nörd. Pandas, þú segir sjálfur í viðtali að þið séu homeless. Hvernig á ég að tala þið upp? Gaurar, ég er geitað yglin á Íslandi í dag, sko. Ég er að segja ykkur það, sko. Það virðist vera. En ég verð ekki að plakkinu, ygl ársins eða eitthvað hana, á verið brjálaður. Sko, þú væri þar, en það er bara ekki flokkur í ár, bara því miður. Það er ekki flokkur í ár. Ég er þetta vissi ekki að það væri ekki lítir. Menn fyrir að ræða þetta, ég er að micromanagea hvern einasta smók, sko. Já, það er þannig. Já, ég meina, þú veist, það er erfitt að taka sjátið ef að þú sjálfur kallar ykkur homeless í öllum möp. Þú veist, ég ætla bara að henda þið þarna út, skilur við? Ég ætla bara að henda þið út. En áður en við komum á loka spurninguna, ábyggilega mikið af spurninguna, hver er MVP-in í þessari seríu? Ég Pandas? Ég var að Mölva og Ygla. Já, Mölva og Ygla. Já, kannski Thomsen. Hæ? Það var auðvöldur. Thomsen, á B-inu í Vertigo það? Já. Nei, betur, hann var svona A. Ég veit það ekki, hann var bara oft í killfeed. Ok, hann kom oft í killfeed. Ok, hinum einn á 5. daginn, hinum einn í brakketinu eru Vega og Dusty að fara að spila. Þetta væri náttúrulega sætur sigur á móti Dusty og Vega, en hvorum megin ert að hallast að vilja mæta á laugardaginn? Mér er alveg sama hverju ég mæti, sko, en ég held að Vega sé að vera að destroya þessa gæða, sko. Ok. Það verður bara mjög spennandi. Ég veit ekki, ég er með eitthvað væp, sko. Ég held að Vega séu mikið stabilli, sko. Já. Ok, það er áhugavert. Þarna er hinn gótið engum lítarinn, Bjarni, að leiða Vega. Já, hann er svona stöldi númer 2, sko. Stöldi númer 2. Herru, takk kærlega fyrir komuna og takk, við bara sjáumst á laugardaginn og til hamingju með sigurinn. Já, auðvitað, allir mæta, maður. Yes, til hamingju. Thank you. Já, ég hef ekki getað orðað þetta betur. Allir að mæta. Sko, ég man þegar ég fór til Kaupmannahafnar á Blast, Fall, Finals. Þá fór Jón með svona stóra músamóti. Svona risastóra músamóti. Svona hvíta. Ég mæli með því að sem flestir komi með músamótuna sína, kannski eitt svona penna sem að sést. Helst pennan líka. Já, helst pennan, sko. Já. Og það væri ótrúlega gaman ef að einhver myndi fá allt liðið hjá, þú veist, Þór eða, þú veist, fá þig til að skrifa undir. Fá mig? Já, þú veist. Kaster boomer, sko. Getur gert svona ZIM og síðan #2. Já, það er líka, sko, það nennir ekki eins og neitt að spila fyrir Faceit í dag. Því ef ég vinn klöts, þá fá þér andlitið kasteraðir, aumingjar.
Þannig að, það nennir mér engin leikur, sko, það er ekki sens. Nei, það er svo sem allt í góðu. Já. En allavega, þá var þetta æsispennandi leikur og ég meina, hann hefði ekki getað orðað þetta betur. Honum er þannig sé sama hverjum hann mætir, hann er gótið, hann spila með sólgleru, hann er píku töff. Já, og hann heldur að hann sé að fara að mæta Vega. Hann Það er heldur að áhugavert. mæta Vega, já. Við kannski fáum brakketinu upp, Já. því að þar er einmitt dagskráin og hérna sjáum við það. Þór eru konur með, þetta er enda 2-0, ekki 2-1, en svo sem við vorum að horfa á leikinn, þannig að þetta er í góðu leik. Já. Þetta er í góðu leik. Dusty Vega hins vegar, 14. nóvember, þetta er ammælis dagurinn minn. Þannig að Það er rétt. ég fæ einhvern svakalegan leik. Ég einhvern veginn finn það á mér að það er bleikt og blátt. Já, þetta verður eitthvað rimma held ég. Ámyndir þess að liða, ég veit allavega Vika megin að þeir eru vel peppar í þennan leik. Talsveit peppari áður heldur en þeir voru að mæta þessu liðum. Ég held að þeir telli sig bara eiga mjög mikið sens og eins og heyrir á Pandas, hann veit að það er eitthvað í gangi hann að Vika megin. En Dusty aftur á móti er að spila líka, búin að spila í þokkalega sterku erlendu móti, veit ég, voru að spila í dag. Já. Unnu allavega fyrsta mapp, sýndist mér, þannig að þeir bara, eins og Maggi myndist á, þannig að ég viðtalið til leika, þeir voru bara betri og betri með hverju leik sem við spila saman. Þannig að þeir eru bara að vera betri og betri, þannig að ég held að við fáum alveg rimmu á 50-daginn. Já, síðan ætla ég að minna á það að ekki bara 16. nóvember heldur líka leikurinn byrjar klukkan 18, ekki 17 sem stendur á brakketinu, bara þannig að það sé á hreinu, en sko, prógrammið byrjar mjög snemma á sjómatsinu og öllu því og við munum bara stýra því eins og herfóringjar hérna. Hvenær byrjar prógrammið svolít? Þú veist með 4. Það byrjar klukkan 4, ok. Og náttúrulega við auðvitað þetta allt líka betur inn á Counter-Strike á Íslandi ef þeir eru ekki inn á því, bara á Facebook. Já. Þannig að, Og dagskræðin á Sjónvarps Símans byrjar bara á X tíma og þetta verður bara algjör Counter-Strike veisla, en allavega það er á 50-daginn, þá er hinn undanúrslitaleikurinn, það er Vega á móti Dusty. Við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og til hamingju Þór með að vera komnir í úrslitaleikinn í fyrsta skipti í smá tíma sem betur fer. Við sjáumst þá og takk kærlega fyrir okkur í kvöld.